Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinu, klukkan 8, nú verða það fréttir, hjá mér María Lilja og Sigurður Magnús. Við skulum fara aðeins smá rúmt hérna fréttir af viðræðum. Það sem sagt Bandaríkjamenn og Úkraínumenn funduðu í Genf. Núna eru Bandaríkjamenn að funda með Rússum í Abu Dhabi. Það komið frétt hérna, þetta frá CBS sem bandarískur miðill sem að segir að Úkraínumenn hafi fallist á friðarsamkomuleið. Það séu eiginlega smávægileg atriði sem að standa út af. Það er svolítið erfitt að ráða í þetta hvað þetta er og það kemur eiginlega ekkert fram í fréttinni í sjálfum sér. Það er svolítið svona blæbrigðamunur á því hvernig fréttin er að segja frá þessu. Hvaða er sem að hefur verið breytt frá þessum plönum. Það hafa komið fram að það voru fyrst 28 punktar og þeir eru komin niður í 19, en það var nú alls konar dótrið inni sem að mætti henda út á þess að nokkur myndi fatta neitt. Til dæmis umræður kjarnorkuvopn á milli Bandaríkjanna og Rússland sem að var erfitt að sjá hvernig tengdust þessu máli beint. Kom þessu máli ekkert við. En þeir eru búin að snýða þarna af þessu nokkuð mál. Já, það er bara ekki alveg vitað hvað það er. Það er sumir gefa svona ekki kynna eins og að Úkraínumenn séu búin að kyngja töluverðu af þessu. Og að þetta sé raunverulega eitthvað sem er hægt að bjóða Rússum, eða þú veist, það er ekki ljóst að Rússa muni hafna. Það er alltaf þetta sjónarmið að það megi breyta þessu nógu mikið til þess að Rússarnir hafni þessu og þá bara verður ekki af þessu. En það heyrist ekkert frá þeim, þeirra viðhorf til þess að máls. Já, það er Washington Post er með sömu frétt. Já. En segja þessi líklegt að Rússarnir muni hafna þessu, að breytingarnar séu það miklar. Svo erum við með þýsku pressuna. Þar er þetta eiginlega öfugt. Þar er þetta sagt að Úkraínumenn hafi tekin megin þorran af þessu, að þetta sé ennþá þannig að það sé líklegt að Rússar geti samþykkt þetta. Rússar náttúrulega hafa yfirhöndin á vígvellinum og telja sig ekki þurfa að ganga að samningum nema að fá sitt einhvern veginn í gegn. Það var svolítið merkilegt, þetta er úr Spiegel, það var líka grein sem var að vera að fjalla það breytingar sem yrðu í Evrópu við þetta, að það klofnar þarna á milli Bandaríkjanna og Evrópu. Og að því að Þýskaland lítur stórt á sig, að þá voru þeir að velta fyrir hver var eiginlega staða Þýskalands í heiminum eftir og voru svona gæla við að Þýskaland geti stigið fram og orðið svona milliliður og milli suðurisins í heiminum sem er kannski bara BRICS og félagar og Vesturlanda, þannig að mér finnst það ganga mjög hratt í Evrópu, svona vangaveltur eiginlega breytta stöðu Evrópu, því að þessi ef það er svo að sá hluti ríkisstjórnar Trump sem að vill þröngva Úkraínumennum til þess að gera ganga að þessum skilyrðum, ef hann verður ofan á þá mun NATO mun breytast og Evrópa getur ekki skottast á eftir Bandaríkjunum í öllum málum eftir þetta. Það er bara, þannig að meðan sumstaðar í sumurlöndum er umræðan komið svolítið á, við rættum þetta aðeins í gæra, mér fannst þetta að vera dottin líka í Danmörku. Guardian, það er bresk pressa. Það er haft eftir Zelenský sjálfum, að og hann er alltaf að tala að vilja fara áfram með bandaríska planinu og vegna þess að stundum minnst það ekki vera skýrt í til dæmis í íslensku pressunni að þetta tillögur Evrópuríkjana meðal annars var sagt frá því RÚV í kvöld að Kristrún satt okkur fund með viljuríkjum og svoleiðis, þeir lögðu fram sína eigin punkta en þeir eru hvergi til viðræðu Þeir eru ekki á borðum í umræðum Úkraínumanna og Bandaríkjamanna og enn síður þegar Bandaríkjamenn hitta Rússa. Þannig að Evrópa er eiginlega bara dottin af vagninum. Svona rævill bara á milli. Þeir hafa bara ekki vilja ræða við Rússa og þar af leiðandi eini sem að tala við Rússa er Trump og þar af leiðandi fara all samskipti við Rússland. En heldur að Pútín vilji tala við
Hann hefur ekkert sagt hann hefur sagt að hann vil ekki tala við Zelenski og svo sætta sig við það þarna eftir Alaskafundin. Ætla að hitta hann, muni ekki að þeir ætla að hittast í Budapest, ég man ekki, ég man rétt. Þannig en Evrópa hefur alltaf verið með afstöð að ræða ekki við Putin, það þýði ekki, hann standi ekki við neina samninga, hann er Hitler og það er ekki hægt að semja við Hitler. Og mér finnst þetta, ég ræði hérna á eftir við hann Hilmar Þóru Hilmarsson eins og ég gerir reglulega og við erum að reyna svona ráð í stöðuna, það er náttúrulega ekki hægt, ég afsakaði mig við hann þegar ég fór að byrja að tala við hann, að ég er að byrja hann að vera með fréttaskýringar eitthvað sem er ekki hægt að skýra sko. Því að í sjálfu sér gæti þess eitt gerst að Donald Trump myndi bara skipta skoðun á meðan við erum að tala hér, hann gerir það reglulega og þá fer allt upp í loft og erfitt að spá fyrir þetta. En ég er með fleira, ég kíkti aðeins á ítölsku pressuna, þar er svona verið að segja að það er svona kuldi, hérna Gelo frá Moskvu, að þeir eru svona frekar á því að það sé búið að breyta þessu það mikið að Rússarnir muni hafna þessu. Og sumuleyti er það vilji Evrópuríkjana að þeir vilji ekki þetta samkomulag sem var í þessu 28 punktum og það er bara hryllilega vond staða og þeir vilja helst ekki að Bandaríkin drægi aðstoð sína við Úkraínu tilbaka sem er þá fyrst og fremst svona hernaðleg aðstoð með að fylgjast með andstæðingnum og fleira, þannig að það er nú talað að Úkraínumenn verði hálf blindir á vígvöllunum sko ef að Bandaríkjamenn láta verða að hótum Trump og draga sér tilbaka. Og þá er reyna að hafa Bandaríkjamenn nógu mikið inni í samningunum en að Rússarnir hafni, þannig að stríðið haldi áfram og kannski einhvers staðar í framtíðinni komi einhverju betri kostir heldur en þessir. En er ekki útsemið að Úkraínumenn munu tapa þessu stríði? Það er svona flestir á því nema þessi sem eru reglulega að segja að það er bara kortir, hann náttúrulega Rússland hrynur, þeir eru búin að segja það í 3 ár, þannig að það er erfitt að trúa þeim. En og það er ein skýringin á því af hverju þessi 28 punkt að koma fram var svo að Trump hafi eiginlega fengið bara áfall þegar hann fær fréttir af vígvellinum. Það eru þarna hersveitir og það er neitt sem við sem blaðamenn ætlum að velta fyrir okkur hvað við fáum lélegar fréttir af vígvellinum sem ég man ekki eftir stríði þar sem er lélegar fréttir af vígvellinum. Það eru herdeildir Úkraínumanna sem eru að einangrast og talað að það er verið svona klifta frá meginliðinu. Það er talað að það sé kannski jafnvel 100 kílómetra svæði þar sem að varnirnar eru að bresta og hann hafi bara fengið áfall og ákveðið það bara slökkva þessu stríði strax því að hættan væri svo að Rússar gætu þá ruðst fram og eitthvað fleira. Ef að stríðið heldur áfram að þá finnst mér flestir svona sem að hafa eitthvað haft rétt fyrir sér í fortíðinni sé að segja að Rússarnir munu bara mjatla áfram og ætla sér að taka kannski svona 40% af landinu í staðin fyrir að núna gert ráð fyrir að þeir taki 20%. Að þeir taki jafnvel Ódessa og loki Úkraínu frá Svartahafinu sem mun gera Úkraínu mjög erfitt með að reisa sig við. Þetta er svona vangaveltuna hvað gerist ef að stríðið bara heldur áfram. En ég hefði þessi engin að spá því að það muni allt í einu stríðsgæfan snúast með Úkraínumönnum. Ég heyri það bara í íslenskum fréttum hjá þessum NATO-spesialistur sem eru dregnir oft til álits þetta er ekki gott sko. En er Financial Times, þetta kom bara núna rétt fyrir fréttir að þá er svona Lavrov að svona gefa til kynna að þeir geti alveg hafnað ef það eru mikla breytingar. Að ef þetta er ekki svona meir og minna í anda þessara 28 punkta sem að þeir gáfu svona einhver merkjum að þeir gætu sett sig við, að þá munu þeir bara hafna þessu og kannski er hann að meina þetta, kannski er hann að spila eitthvað í samningunum, en þeir hafa alltaf látið Rússarnir, eða svona undan svona síðustu klukkutíma, eins og þeir hafi með að spila á hendi. Af því að það verði ekki samið frið er eins og Zelenski sagði, það er bara langur vetur, hann lýsir þessu þannig, en það er enginn í Rússlandi sem lítur á að ef það verður ekki samið frið núna, það sé ykkur hryllileg tíðindi fyrir
Rússland. Nei. En þótt að... Zelenski hefur bara verið sko, mjög hreinskilið með þetta. Já. Það hafa ekkert lekið neitt þessar breytingatillögur, ekkert? Jú, það er bara, sko, ég bara tristi ekki, ég lesi þetta, það er svo mismunandi útgáfa sem maður sér og maður sér það að menn eru, hérna, þetta er náttúrulega þannig aðstæð, það er öllu lekið og menn leka öllu, þannig að þetta er svona fljótandi pappír, það er verið að semja um þetta og ef að ég vil spilla fyrir þá leki þessu, ef að ég vil reyna að íta þá leki þessu og ég bara svona minni yfirferð þá get ég ekki gefið eitthvað svona mat á það hver staðan er. Ég svona er frekar á því að Úkraínumenn hafi gengið mjög langt í áttina að þessum punktum. En mér finnst samt eftir sem áður líklegast að þetta fjari bara út eins og þetta ekki 3. eða 4. tilraun Trump á þessu ári til þess að tróðu svo ofan í kokið á Úkraínumönnum. Ég held að lang líklegast er að við höldum bara að það verið áfram stríð í Úkraínu sko. Og það verði bara þetta verði bara hörmung sko. Mér finnst það líklegast. En ég kíkti þess í pólsku pressuna hvort það væri hvort það geti lesið eitthvað tónin þar og mér fannst hún vera rosalega varkár að það menn voru rosalega varkárir að segja hvað væri raunverulega á borðunum og það voru alls konar svona innlendar fréttir sem voru ofar að þetta en ég sé á að Timothy Snyder sem er nú bandarískur sagfræðingur og er mjög svona herskár vill eiginlega bara að ég held að NATO sendi bara hermenn til Úkraínu. Við verðum að vinna Rússland, annars fræði Rússlandi yfir Evrópu, hann er á þeirri línunni en hann var hann að skrifa hvetja Pólverja til þess að hafna þessu, var með eitthvað svona 6 ástæður þess að það er bara ekki hægt að ganga þessu. Herður Rúf var með frétt spillingamálinn og var svolítið löng frétt við fjöllum svolítið myndi gæra hann, ég veit ekki alveg hvort að við höfum að endurtaka það. Já, ég veit ekki, þetta það er nú þetta myndinni, sko, það var að vera að mótmæla sko bara inn í þingsalnum og það er þarna vinahópur vinir. Það er bara mjög náláttunum, þetta er bara helsti viðskiptamaður hans, ég nú man ekki hvað hann heitir að byrja á M, þetta er helsti svona viðskiptafélagi í Zelenski og ég er að lesa það sem að menn vita náttúrulega ekki, menn er að segja að rannsóknin er í gangi ennþá og hún á eftir að versna og það var Rúf að vera að halda því fram líka og það sem að menn er að segja að kannski er veikstað Zelenski meðal annars sú að hann er bara, þetta mál er bara miklu alvarlegra heldur en fólk kannski átt að segja á. Já, ég veist að hann á nú lítið tíma til að vera skipta sig eitthvað deilum inn í þinginu. Nei, þetta er sko verið að stela stórkostlegum fjármunum út úr orkukerfinu sem og er kannski eina ástæðan fyrir því að Trump bregst svona við að það er engin húmor fyrir því í Bandaríkjunum að bandarist skattfé sem er notað til þess að keyra áfram úkraínska ríkið að það sé verið að stela þeim peningum. Við Íslendingar, við höfum lagt inn í orkuuppbyggingu Úkraínu, þannig að það er líka verið að stela íslensku skattfé, þannig að það hefur engin húmor fyrir því. Og svo er það fólki þannig að það er skammtað rafmagn. Þú fær kannski 3 klukkutíma á dag með rafmagni og það er að koma vetur og veturinn er sko harðar en hér. Þannig að fólk er að horfa framjá og þegar hann er að tala um kaldan vetur, að þá er hann að tala um sko vetur þar sem er stríð í gangi og þar sem orkukerfi liggur niðri og þá koma fréttir á því að það eru hann eða vinir hans hafa sko verið að stela fúlgum út úr þessu. Þetta er ekki heppilegt fyrir Zelenski en mér skilst að hann hafi nú svipt þennan gamla vin sinn ríkisborgararétti og sagt að forseti í stríði geti ekki átt vini. 2 ráðherrar eru búin að segja af sér. Það er endur þingmaður eða þingkona, við vorum að það verið líka hreinsa til á forsetaskrifstofunni því það hefur verið vísbendingur málin náið þangað. Þannig að þetta er erfitt. Hryllilegt mál. Hryllileg staða sem Úkraína er í. Þetta er ótrúlega sorglegt að þetta land skuli vera í þessu. En þetta er líka sko NAP og þessi spillingamálar rannsóknarnefnd sem er svo nefnd sem að Zelenski reyndi fyrir ekkert svo löngu að leggja niður. Já, í sumar. Við vorum svo fréttir af því. En þetta er það sem hefur verið fjármagnað af Vesturlöndum og þetta á að vera algjörlega sjálfstætt frá stjórnvöldum og það held ég. En hann reyndi að stoppa þetta núna í sumar.
Það er ekki gott lúk fyrir það. Nei, og það er bara, þetta komið mjög nálægt honum. Það er talað til þess eins og með Epstein-skjölin að kannski Trump ekki í skjölunum, hann að verja ykkur sem eru bara nálægt honum. En ég meina, Zelenski hefur augljóslega verið að því í sumar, hann hefur verið að reyna að stoppa rannsóknina, en þetta kemur, ég er ekki að segja hann að vera að stela peningum, en allavega fólk bara mjög nálægt honum. Það kemur sér illa fyrir Úkraínu þetta líka, sem að, svona, biður álitsnekki yfir því að standa í ykkur svona stóru spillingamáli. Það var náttúrulega... Þingmaður stendur upp og segir að þetta næri inn á forsetaskrifstofuna og hver er þar? Úkraína hefur náttúrulega verið spiltasta land í Evrópu. Það var ofar á lista með Rússland fyrir ykkur 5-6 árum. Þetta hefur ekki vaxið efnaður frá hruni Sovétríkjanna frá 91. Það eru 20 milljónir sem að flúi landið. Þetta er ótrúlega sorgarsaga þetta land. Herðu, ég veit ekki hvort að það sé sorgarsaga, það er orkustríð upp í Hvalfirði, Norðurál vill ekki borga, það er lokað fyrir rafmagnið. Já, hverju lokar ekki bara fyrir rafmagnið á restinni, það borga ekki, já, er þið gert hjá mér. Ég myndi bara borga 1/3 af rafmagnið. Er það valmöguleiki allt í hennu? Ég veit ekki, þetta opnar eitthvað til. Ég er alveg svo það. En hann segir að það er ekki að segja starfsfólki álega við orkuveituna. Já. En þeir minnka arðgreiðslurnar og 2 milljarðar. 2 milljarðar sem að... Og þetta er bara sem hefur verið arður til Reykjavíkur, borgar. Það er fyrirverandi borgarstjóri Einar, hann var að tjá sig, fannst Heiða, núverandi borgarstjóri, talaði fullmikið létt út þetta og var svona undrast að hún sagði að þetta bjargast bara, sem ég veit ekki hvað hún að gera. Ég veit svo sem ég held að það hefði kannski verið svolítið ábreiðlaust líka af henni að tala með einhverjum þunga þetta mál. Þetta er þetta mál sem hefur áhrif á borgina. Hún sagði að þessi peningar fara, við verum að bregðast við í seinni umferð umræðu fjárhagsáætlunina og svo segir hún að það standa vonið til þess að við fáum þessa peninga vegna þess að Orkuveitan ætlar að fara í mál. Ég veit ekki... Nei, akkur Einar var æstur og reiður. Ég held að Einar sé bara komin í svona smá kosningastuð. Já, það eru margir í því. Kannski Líf, hún segir að heimurinn ekkert að farast, segir hún. Ég veit ekki. Við vitum svo sem ekkert það. Við erum marga fréttir sem að benda til þess að heimurinn sé að farast. En hann er kannski ekki að farast út af þessu. Nei. Það voru líka fréttir að leifar að þessu Evrópusambandsmáli og vendatóllunum. Og það eru fréttir að því minnst margir hafa verið að stíga fram og andmæla stjórnarandstöðunni sem að var að kenna stjórnvöldum að hafa ekki staðið sig í stikkinu. Til dæmis hann Sigurður í samtökum iðnaðarins, ég heyrði hann tala það að bæði samtökum iðnaðarins og fyrirtækin hefðu barist mjög hart í þessu. Og hann þakkaði stjórnvöldur sérstaklega og þarna er verið að lýsa að Íslendingar hafi eiginlega frekar gengið of langt að það hafi verið allir sendt öllum sem þekktu SMS og hringt í þá kvölds og morgna og Brussel hafi verið búin að fá nóg af þessu áreiti frá Íslendingum. Segir þetta? En svo kennum við næstu frétt þarna. Já, við erum með aðra frétt þetta frá FF7 sem að þetta er frásagnur og fréttir alla daga. Og þetta er frá Noregi. Já, það er utanríkisráðherrann, hann segir bara að við eigum Noregur sér settur viðkvæma stöðu og þegar hann talaði í stórþinginu í dag og hann var eindrifið mótvægisaðgerðin gegn verndatóllum. Svarið sé auka samtal við ESB, ekki að fara í fætingu. Já, mér fannst þetta líka að vera strax tónnin í Noregi. Það var einmitt. Þetta er svolítið, það er nefnilega ólíkt hvernig stjórnvöld hafa staðið í Noregi og á Íslandi. Kannski heyrum við bara meira stjórnvöldunum að við kannski komum ekki nógu djúpt til þess að heyra hvernig stjórnarandstaðan lætur. Já, það er rétt. Já, hérna eru þessu ofsalega viðbrögð, það er bara... Já, við erum með næstu frétt það er formaður Framsóknarflokksins, fráfarandi. Hann vill láta hart með þetta hörðu, hann vill fara í tollastríð. Er hann enn að tala það? Já, hann var að leggja fram frumvarp hækkaða tolla og vilja bara mæta hörðu. Frumvarpi var dreift í morgun. Hvað er þetta að segja?
Hvað er það að segja? Hann sagðist að það gerir það. Já, hann segir við getum augljóslega notað þau rök sem Evrópusambandið notar að tollfrjáls innflutningur á matvælum frá Evrópusambandinu hafi umtalsverð áhrif á innlenda matvælaframleiðslu. Það er eins og þetta svolítið svona eins og bandormur hjá honum. Vegna þess að inn í þessu tillögu er það að hann vil lækka virðisaukaskatt á matvæli. Sem er kannski aðgerð á móti verðbólgu. Ég man að við vorum ekkert fjallum það fyrir svona 2 mánuðum að þessu umræða var í alvörunni í gangi í Svíþjóð að lækka vaskinn á matvælum til þess að vega upp á móti þessari svona þrálátu verðbólgu sem er að grafa undan lífskjörum, ekki bara hér, heldur í Bandaríkjunum og í Bretlandi og út allt. Hann er með það líka inn í þessu. Já, mér finnst það svolítið výreifur kallinn. Hann ætlar að fara í tollastríð við Evrópu. Mér finnst þetta áhugavert. Mér finnst þetta skrítið að þú sittir alveg hissa á því að hann láti verða af því sem Ég held að þetta hefði verið bara reiðikassan daginn, En að hann væri bara setja sig í styrjísaskan, það vissi ég. Þú varst með frétt á miðjunni fæðuöryggi? Já, mér finnst það svolítið merkilegt, Að Ingibjörg Davíðsdóttir, Miðflokki, sem er náttúrulega frá Arnbjargalæk, Davíð Aðalsteinsson, pappi hennar, fyrir þingmaður, og Alistufsveit, en henni finnst það mjög merkilegt að það verið heilum 2 tímum til að ræða matvælaöryggi Íslands. Hvar? Já, en ekki bjóða neinum einasta bóndainn. Og hvar á að ræða þetta, sér það? Það lítur að vera eitthvað starf. Já, þetta er eitthvað inn á samráðsgáttinni, eitthvað samantekt skildist mér á henni hjá Jóhönnu Maríu sem var nú yngsti þingmaður sögunar í Framsókn. Og hún skrifaði pistil þetta sama mál í gær og hún talar einmitt þetta sama að tilkynningum málþing, ég veit svo sem ekkert hvar málþingi verður haldið, en það er þetta hver er staða fæðuöryggis á Íslandi. Bændur hljóta bara að koma á traktorónum og taka yfir þetta málþing. Já, ég meina, mér finnst það kannski eðlilegast að Þetta er bara seinni þessari viku. Þetta er bara seinni þessari viku, já. Og þarna, kemur ekki málsvari bænda fram fæðuöryggi. Mér finnst þetta svolítið áhugavert að við setjum þetta í samhengi við fréttuna undan. Ef við ætlum að fara í tollastríð við Evrópu, þá þurfum við nú aldeilis að hafa meira en 2 tíma til þess að ræða fæðuöryggi. Ég held að verði ekki að þessari tillögu. Það er samt mjög merkilegt að Þetta leigjendur hafa búið þetta, það er alltaf, getur verið 50 manna ráðstefna húsnæðismarkaðina, það er engin leigjendi á svæðinu. Samt fyrir leigjendur í 28% frá íbúða. En það er kannski ekki til fyrirmyndarsmári. Nei, ég er ekki að segja það. Herðu, Gaza. Já, það eru, þessi GHF eru hjálparsamtök sem Bandaríkin og Ísrael bjuggu til í kringum vopnahléð og þarna aðeins á undan. Þetta er hjálparstofnun sem hefur verið gagnrýnd harðlega en það dóu 2000 palestínumenn í kringum þessar stöðvar þeirra. Þetta voru 3 stöðvar sem þeir settu upp eftir að þeir lokuðu á UNRWA, hjálparaðstöðina. Var ekki bara verið að skjóta fólk sem var að koma? Það var bara verið að skjóta fólk á færi og en nú er hafa þeir pakka saman út af alþjóðlegum þrýstingi og ætla að fara að hleypa aftur inn mataraðstöðin á Gazaströndina en þetta er áhugavert í ljósi þess að allar stöðvarnir sem að þeir lokuðu fyrir þessar 3 stöðvar það voru 400 UNRWA stöðvar víðsvegar Gaza. Þeir opnuðu þessar 3 og beindu fólki þessa hryllilegu krókaleið þarna. Það þurfti einhvern veginn svona að labba langt og fara fram og tilbaka með einhverjum svona pósta og þegar það var komið inn í svona eins og bara rollur í rétt þá voru þau bara skotin að færi eða sprengdi það og Al Jazeera tekur þetta saman öll þessi 2000 morð sem að Sameinuðu þjóðirnar voru að staðfesta í dag að hefðu átt sér stað og það eru tímalína allt frá maí og til dagsins í dag bara í hreinlega hvet fólk til þess að fara og skoða og kynna sér það. Herðu, ég veit ekki hvort það tengist þessu en forseti Alþingis hann flytur ávarp á samstöðudegi í Palestínu.
Já, þetta svona árlegur viðburður, samstöðudagur fyrir Palestínu. Þetta Félagið Ísland-Palestína og þetta svona eitthvað í samræmi við allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna. Og finnst þið sóma því að forseti þings komi og ávarpi? Má ég slappa þess svara. Þá skulum við bara snúa okkur öðru máli. Það man ekki hvað fréttamiðill byrjaði með að fjalla fæðingar í heimahúsum sem var mikið áhyggjuefni að eiginlega án aðstoðar að konur væru bara að fæða og létu enga vita, ekki ljósmóður eða tengdu sig ekkert við kerfið eða heilbrigðiskerfið. Er þetta algengt eða þetta eitthvað að vera að fjalla þetta í útlöndum? Ég sá að Guardian var að fjalla þetta. Já, það til eitthvað sem heitir Free Birth Society. En það til á Íslandi það? Já, samkvæmt þessum heilbrigðisstarfsmönnum formanni ljósmæðrafélagsins þá segja þær að þetta sé ágefni vegna þess að það þetta margt sem getur komið upp. Það mjög skiptar skoðanir um þetta. Hefur þetta gerst hér? Já, þetta hefur gerst hér. Það bara verið fólk að hugsa að gera þetta. Þetta hefur gerst hér. Ég þekki dæmi. Það lukkaðist vel. Já, gekk vel og þau áttu sitt annað barn með sama hætti. En einhver getur sagt að nú má móðurinn og kannski foreldrarnir bara ráða þessu. En á ekki barnið rétt á því að fæðast í öruggu umhverfi? Jú, ég held að það skiptaskoðanir auðvitað allt inngrip. Sumir vilja meina það að svona inngrip, svona viðtekin venja í heilbrigðiskerfum Vesturlanda, hún sé kannski svona einum of, sé þetta að kona þurfa að liggja og þú veist, og barn rifið út og það notur lyf og ýmislegt svona til aðstoðar og það kannski betra fyrir konuna að vera í rólegu umhverfi heima eða fá að ganga eða með rétt barnsins. Ég held að það sé bara rosalega auðvelt einhvern veginn að þú veist að búa til einhvers konar sátt það sé bara ljósmóðir sem að bara, er á vakt ef eitthvað kemur upp. Þannig að við vorum í gær að það var borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins að tala að það löggan þyrfti að vera á stöðugri vakt í Mjóddinni. Morgunblaðið talaði við lögguna og hún kannast ekkert við þetta. Það sé bara enga ástæð til þess að vera þarna frekar en nokkuð annars þar. Er þeir að undirbúa þetta sem kosningamál? Já, mér fannst það líka. Ég heyrði aðeins í Silfrinu í gær að það var blaðakona hún Andrea sem stundum komið til okkar. Mér varst hún verið að tala að það var orðið svo mikið óöryggi bara í samfélaginu út af innflytjendum og glæpum innflytjenda. Ég veit ekki hvað Það er þegar við vorum að vinna inn á DFF, það var alltaf að vera að tala stórkostlegt ástandir á Hlemmi og við unnum að rétt í Hlemmi og lappa áttir á Hlemm að kaupa sér hitt og þetta. Kannast ekkert við þetta, en svo las maður í blöðunum að það væri bara ófremdur ástand á Hlemmi og maður sá aldrei neitt. Ungi krakka sem hingu hérna í einu horninu og bara allt í lagi. Þetta er orðið svona svakalega stemning. Og fullt kallar öðrum einn. Þetta eitthvað svona stemning og við erum alltaf að lesa þessi mál sem eru svo hryllileg og þessar miklu ógn sem stafi úr útlendingum, en svo þegar maður talar við fólk, almenning á Íslandi og maður skoðar ekki bara kommentakerfin á Facebook, þá er enginn sammála þessu. Það vill enginn fara þessa leið. Eitt galli við þetta er að þegar nú kemur lögga fram og segir nei, við kannast ekki við það. Og þá segir þetta fólk sem er að halda þessu fram einmitt þetta er dæmi það er þagað yfir þessum málum. Lögga má ekki segja þetta, þannig það er alveg sama hvað er sagt að heldur áfram. Alveg saman. En varðandi þetta tímabil með Hlemm, þegar það var að tala að vera ófrættur ástættar, þá man ég eftir einu lestabréfi sem kom. Það var kona sem var að kvarta yfir plastpókur sem var að fjúka bæinn sem væri fyrir óþrifnaður mikill að þessu og þetta var líka fjúka og legðist yfir andlitið á börnum þannig að næði ekki andanum. Það er alls konar, fólk yfir í alls konar Reykjavík mörg svona. Það var bara fólk bara spinnu áfram bara eitthvað við þessu og trúurinn. Já, það er þetta hvað ef, það er þetta og búa til heilu fréttirnar og skrifa heilu greinarnar hvað ef. En þið vitið að hverju krakkar á Kjalarnesinu er alltaf með hjálma. Það gæti komið logn. DFF er með svona fréttir af svona deilu eiginlega Facebook. Vilhjálmur Árnason kallaði hækkun og kílómetragjaldi barnaskatt. Það er svona hægri menn hafa í Ameríku náð árangur með því með að kalla dauðaskatt, til dæmis erfðafjárskatt og búið til svona heiti. Hann er að reyna að búa til svona óvinsælt heiti. Það er þá dýrar að skuttla krökkunum
í tónstudóttur. Já, þá koma þessi drengir þarna tveir og þeim finnst þetta að vera alveg arfa vitlaust hjá honum. Ég verð nú bara, sko, mér finnst þetta nú ekkert eitthvað svo vitlaust. Ég meina, Þetta er ekki barnaskapur. Nei, en ég skil alveg hvað að fara svo sem. Ég meina, innihaldið er samt þetta. Ég meina, það hlýtur að mega setja spurningamerki við það að fólk sem á barnmiklar fjölskyldur sem að þurfa að skutlast mikið. Þetta leggst ekki bara á bíla sem ekki gera börn, sko. Nei, það gerir það ekki, en margar fjölskyldur, þær þurfa sannlega að skutlast ansi mikið og það er gert ráð fyrir því. Þannig mér finnst alltaf að velta þessu upp. Þetta er svolítið svo að sé alltaf í fram að skattur leggist bara með barnastól aftur í. Nei, ég held að hann sé ekkert að segja það. Ég myndi alveg vilja það, sko. Já, ég er svona baby on board og það ertu Morgunblaðið í morgun var með frétt hann heitir Steinþór Gunnarsson sem var sýknaður hafði verið fyrst dæmdur og setið af sér og svo var hann sýknaður seinna mér. Hann er í svona smá herferð og hann er beittur mikil órétti. Og svo leikan undra, sko. Nei, hann er upplifið sér beittar mikil órétti. Og hann beinir reiðinni að saksóknara, hann var náttúrulega dæmdur í dómskerfinu, þannig að það getur nú alla verið alveg tilefnislaus ákæran. Ef þetta hefur verið ákæra sem er alltaf hent út og aftur og þá er þetta ákærandinn. En hann gerir könnun meðal almenning sem er spurt sem það finnst þér að þingið þetta að gera rannsókn á sérstöku saksóknara og það eru flestir sem segja já, þetta er nú Ég veit ekki, er þetta ekki kannski bara dæmi að fólk er tortryggið í garð stjórnvalda, bara svona almennt? Ég held að þetta svona spurning er oft þannig að finnst þér að já, jú, auðvitað segir hún. Auðvitað bara fínt. Þessi maður áttur sko, honum líður mjög illa, það var farið mjög illa með hann. Já, og hann vill að sem lítið á þetta sem samfélagslegt mál sem hann var fyrir. Já. Þetta getur hent á kerfisbundið sem að byggir á því að saksóknari hafi verið að fara einhverja villur. Við vitum náttúrulega að saksóknari og dómstólar geta gert mistök, þannig að kannski eitt af hverjum 1500 málum eitthvað, setjum okkur í það. En hann lítur svo á að þetta hafi verið bara ofsóknir, stundaður á vegum hins opinbera. Furðuleg frétt sem hefur verið einhvern lögmann sem að stórglæpamaður. Já, verið að rannsaka á Norðurlandi eystra, handtekinn í Reykjavík. Vitið þið eitthvað um þetta málu? Og fluttu norður. Já, þetta er málið það sem var verið voru gerðu að leita að fíkniefna framleiðslu og raufaröfn í Borgarnesi og Reykjavík á Suðurlandi. Var lögmaðurinn í að brugga amfetamínu? Já, hann stjórnaði þessu saman. Það er náttúrulega óljósa fréttir. Já, mér finnst þetta nefnilega svolítið óljósa fréttir og eina sem hvort að hann eigi að vera aðgæða, hvort að hann hafi eitthvað haft einhverja milligöngu, einhvers staðar las ég að þú veist, gæti verið vegna, það var það bara einhvers konar fabuleringar í blaðmanns vegna grunnsum mannsal, grunnsum aðild að einhverju smygli. Hann sá að flytja fólkið. Já, samkvæmt fréttinni sem ég Akkurat. En á hverju þykir þetta að vera frétt að því hann er lögmaður eða? Já, það er nú líka, sko. Já, það er nú bara fólk sem við erum að rifja svona gömul mál og það var lögfræðilegu menntaði maður sem að starfaði sem blaðamaður sem að starfaði síðan svolítið í undirheimunum og stundu komið fréttir á honum og þá var einhvern tíma skrifað, ég held að það verið í DFF, lögfræðingur handtekinn. Og þá ringdi lögfræðingur í mig og sagði, akkur sögðu ekki að vera blaðamaður? Þá var hann náttúrulega bara glæpamaður í sjálfum sér. En það var til þess að merkjana þá var þetta sagt. En það var eitt sem að lögfræðingur á 50-saldri. Þá komu allir nýri bæ sem lögfræðingur á 50-saldri til að sína þeir væri ekki í deilinu. Það er eitt sem ég tók eftir í fréttaflutningi af þessu og það var það að það tekið sérstaklega fram að lögmaðurinn hafi auglýst þjónustu fyrir hælisleitendur ókeypis á samskiptamiðlum og mér finnst þetta í ákveðmerki. Hvað kom þetta fram? Þetta kom fram á Vísi og hann segir þessa þjónustu vera gjaldfrjálsa, það stendur sko þarna er verið að búa til tengingu og það þykir mjög óþægilegt af því að þarna er maður sem að auglýsa þjónustu eins og lögmenn jafnan gera, þeir auglýsa þjónustu sína og þeir eru með ákveðna sérhæfingu og hjálpa fólki eins og þeir best kunna og geta
Þannig verið búa til einhvers konar tengingum að þannig að þetta tengist þá vitaðu og vísi hver þetta okkur segir ekki bara hver þetta óöldinni á landamærunum. Það alltaf verið að íta þessu á að okkur og þetta er með þessa stemningu sko. Hann hefur náð sér í hælisleitendur til þess að fara að brugga amfetamín á Norðurlandi. Akkurat. Herðu, næstu því þessu skylt að það verið að dæma mann sem að stakk annan mann upp í, hvað heitir þetta? Úlfarsárdal. Dæmdur í 5 ára fangelsi. Hann hafði ekkert brotið af sér áður og játaði bæði fyrir lögreglu og dómi og fekk þar alveg kannski svona heldur læri dóma heldur hann hefði verið með einhverja stæla. Sá eftir þessu og ætlar að borga bæturnar og baðst bara afsökunar. Já, þetta náttúrulega sko, krakkarnir voru rífast. Papparnir skárast í leikinn. Þetta mál var tengt þessu sem þú ert að segja, þetta var mikið fjallað þetta sem svona dæmi það hvernig innflytjendur og hælisleitendur hafði sér í íslensku samfélagi. Akkurat. Íslenska ríkið sýknaði í velfagsmálinu, dómi líklega áfrýjað. Þarna einhver Nikolai Kaufmann sem á meirihlutann í þessu sem að íslensk stjórnvöldur sannfærð að tengist rússnesku leyniþjónustunni eða öryggislögreglunni og séu þarðandi á bannlista og megi ekki stunda viðskipti. Þeir þarna velfagsmenn þeir hafnu svo alltaf voru mjög ákveðnir að verið með uppsteyt á fundum viðreisnar og fleira, með ekki eftir því. Yfir tóku fund. Það fengið þarna landsþekktan lögmann. Já, þetta ég skil ekki alveg þetta mál en það talað að þetta snýst allt einhverja greiðslu sem að fjárfestingu frá hann á meirihlutann í fyrirtækinu og þetta snýst greiðsluna og hvernig hann greiddi fyrir það hvort að það hafi verið hann tengdur þessu öryggislögreglu og þá má ekki eiga viðskipti það þannig að því að hann á meirihlutann í þessu þá segir íslenska ríkið að bara þetta heyrir undir viðskipta þvinganir gagnvart Rússum. Þeir einhvern veginn að reyna að verjast því. Ég heyrðist ekki betur en að Þorgerður Katrín væri í fréttunum í kvöld að kvarta yfir hafi verið svona mikill þrýstingur og læti út af þessu máli sko. Hún búin að vera mjög einörð í þessu. Herðu, við höfum talað svolítið vandamálinu upp í Valhöll. Það er meira svo vandamálu við að halda framkvæmdastjóra að störfum. 3. framkvæmdastjórinn frá valdatöku Guðrún tók nú bara við í febrúar sko. Þannig að það er bara 9 mánuðir, það er 3 mánuðir sem að duga. Þetta er næstu eins og forsætisráðherrar í Frakklandi. Já, þetta er einmitt. Þetta er ekki gott afspurna fyrir Guðrún. Nei, og ég held að þetta sé einmitt svona merki ástæðu þess að miðflokkurinn er farin að taka svona talsvert af fylgi Sjálfstæðisflokksins. Við erum með frétt það er einhver Tryggvi sem að tekur við að Björgu, við veitum eitthvað hvað fólk þetta er? Nei, ég man eftir myndin að svara Björgu, þegar hún var ráðin, mjög hafmyggisöm með það konan, en nú er hún farin og Tryggva veit ég ekki Og hvað haldið þetta sé? Kannski að því verður bara yfirslag gamla sögur, það var eins og þegar ég var að vinna á Helgapóstinum gamla, einhvern tímann á 9. áratugnum, að þá var auglýst eftir framkvæmdastjóra og þá sagði einn blaðamaðurinn að þeir sem sækja lýsa sig vanhæfa. Það var svo erfiður reksturinn að þú sækir þessi framkvæmdastjóri og reka Helgapóstinum, þá veist ekki um fjármál. Kannski er bara ástandið í Valhöll þannig að það er bara ekki hægt að reka þetta. Kannski er einhver bara... Já, en þegar Hjalta Gunnarsson var það bara áratugir sko. Og hann bara rak þetta. En ég fletti upp honum Tryggva Másinni, hann var framkvæmdastjóri þingflokks Sjálfstæðisflokksins á árunum 2022 til 2024 en kemur til flokksins frá samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi einmitt, hann var þingmaður flokksins í Reykjavík kjördæmi norður. Ég spáði að sko, flokkur flýti í Borgartúnið til húsaturnlýsis, þetta sé hreinlegast það fara í B35. Talandi Sjálfstæðisflokkinn, það er orðið á götunni sem er nú ekki alltaf þeir eru ekki alltaf spáð rétt sko. Þeir eru að lýsa ástandi sem að hefur svolítið verið að fjalla að það er leiðtogakjör framundan og Alda Vilhjálmsdóttir hún hefur svolítið í að því að hún væri til í að fara að reyna að velta Hildi
Já, nú stendur þessi deila á milli þeirra Söndruhlífar og Ragnhildar Öldu sem séu svona síkurum megin við Hildi Björnsdóttur. Og þarna að Ragnhildur Öldu, hún hafi krafist að Söndruhlífi yrði sparkað úr heilbrigðisnefnd því að hún samþykti ekki, þú veist, þetta eitthvað svona innanbúðar deilur. Það vilja báðar fara í leiðtogakjörið. Já, og ef það fara báðar þá vinnur Hildur. Þannig að þær þurfa eiginlega að komast að í hvora að gera það. Það ekkert kosið tvísvar, eða? Nei, það tala með að Ragnheiður Alda sé að hún fari svona fyrir þessu stærsta flokksbroti í borginni. Hún sé svona réttu megin innan flokks. Gulla megin í lífinu. Já, hún hefur sterkar rætur inn í flokkin. Ég teki eftir því að svona moggin svona Hildar megin í lífinu og þessi svona hægri podcast og svona. Þannig að það verður læti í Sjálfstæðisflokknum. Ekki? Þetta verður bara í næsta mánuði? Já, ég held að Sósíalistaflokkurinn getur bara farið að passa sig, sko. Það er bara fyrir jól. Það mér það frekar ólítið að segja það, sko. Mér fannst þess að ætti að vera bara fljótlega. Það er stutt í jóla fyrir þetta. Já, eiginlega. Það er allir að fara að hugsa jólin. Herðu, heimildinni hérna með frétt frá hann Einari, hann var áðan í fréttum. Hann vill að fjárlög verði breytt út af samþykkt Alþingis á samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Ég held að þetta sé misskilningur í honum. Ég talaði við hana Ölmu Ýr sem formaður ÖBÍ og hún sagði að sko efnislega væri ekkert af því sem í þessum samningi sem ekki komið inn í íslensk lög áður. Þannig að sko peningalega að þá breytir samningurinn sjálfur sér ekki. Eftir situr það að sveitarfélögin hafa náttúrulega fengið allt og lítinn pening þegar að verkefni var flutt frá ríkinu yfir til sveitarfélagana. En það tengist ekki þessu samningi. Nei, þú sagði líka sem við talum við þig að bara sum sveitarfélög gæti ekki framfylgt þessu. Nei. Hefur ekki bara börðið til þess. Já, og komast upp með að segja það. Þú getur sagt að við eigum að gera þetta en bara því miður þá hefur við gefna því og þá komast við allt upp með það. Morgunblaðið með fréttum að meiri hlutinn sagði vilja fá grásleppukvóta. Það eru grásleppuveiðimenn, ég veit ekki hvort þið munið eftir þessu máli. Það var settu kvóta á grásleppu og það skildi enginn af hverju það væri vegna þess að grásleppan þykir staðbundin fiskur og það er enginn hætta á ofveiði á honum eða neitt sko. En það var ákveðið að setja kvóta og talið að það væri bara stór útgerð vildi það. Þannig að það væri enginn svona sem var utan kvóta. En síðan leið og komið kvóti þá er hann náttúrulega verðmæti og þannig að þeir sem eru komin með kvóta þeir vil ekki losna við hann því það er alltaf möguleiki að geta selt hann. Þannig að þetta er svona furðulegt mál sem að er kannski röng ákvörðun en það er mjög erfitt að bakka út úr henni. Það er frétt af atvinnuástandi á Vestfjörðum. Það er óttast hópuppsagnir. Það er svona harðnandi af mörgum ástæðum. Og þeir eru að kvarta yfir þess ekki nógu mikið fjallað atvinnuástandið á Vestfjörðum. Þetta svarir því að það séu 16.000 manns á höfuðborgarsvæðinu sem sé að missa vinnuna. Og annað sem kannski tengt þessu, það er verið að skoða aðgerðir gegn óheftum útflutningi á óunnu fiski. Hann flæðir út því að stórútgerðin er að láta vinna fiskinn erlendis. Ég held að þetta sé eitthvað sem að hvað þetta er mikið, við verðum að fá að vita þetta. Við verðum að fá að vita þetta. Og eins líka á hvað verði að hann seldur út. Akkurat. Er það eitthvað bara... Þú talar svolítið um þetta hérna, Sigurjón. Bara lágt verð sem þetta er sett út til að... Til ráðaverðinu, sko. Já, til að restin heima verði erfiðari. Ég held það. Og svo selja þetta úti á allt öðru verði. Og þetta er eitthvað sem að bara við höfum ástæðu til að efast þetta. Þetta gera rannsókn á þessu, alveg svo saksóknara. Menn með þess að vigtafla sinn sjálfur. Og það er 1000 tonna ári hjá einhverju fyrirtæki og þeir vigta þetta allt sjálfur. Og þetta er falið sko því að þegar það verður að ræða þetta útflutning á fersku fiski þá sjá margir fyrir sér að þetta sé svona gæðafiskur sem fer beint á markað og beint á veitingahús. Þetta fer í einhverju vinnslu í Póllandi og austurströnd Englands og fleira þar sem að fólk eru á lægri launum heldur en íslensku fiskvinnslu. Hér er mjög furðuleg frétt. Það er út af þessum breytingum á lögum og þá þarf þetta að sanna að þú sést ennþá fatlaður. Þarna eru foreldrar sem að þurfa að sanna á 5 ára fresti að dóttir þeirra sé ennþá með Downs-einkenni.
Þetta ótrúlegt. Já, þetta sko, við þurfum einhvern veginn að fara að svona notendavæða kerfin hérna og kannski laga þeirra svona einstaklingsbundinni þjónustu því að það auðvitað ekkert hægt að setja alla foreldra fatlaðra barna undir sama hatt. Það er til alls konar fatlaðra. Það setja bara lögin en þetta á þó ekki við hérna blinda og þeir sem eru bara með varanlega. Já, ég meina það þarf ekki að setja. Blindir þurfa líklega að koma og sanna þessu en þá blindir. Akkurat, það væntanlega þannig. Já. Og það sem að misti fót, hann gæti hafa vaxið á hann. Já. Nei, þetta alveg, þetta svo fáránlegt að foreldrar sem þurfa að standa í einhverju svona með frá öðru sem að gera. Það bara, Hérna, þetta er gleðifrétt kannski, hérna vísið var með það að fundist lifandi í kistu á leiðinni í líkbrennslu. Já. Þetta gleðifrétt eða ekki? Jú. Einhver sem allir heldur að vera dáin á lífi. Já, ég veit hvort að, já, einmitt, hún bara búin að vera mjög veik í 2 ár. Og fjölskyldan hennar og ég hélt að hún væri hreinlega bara farin, en svo var ekki. Þetta náttúrulega ástæðan fyrir að voru líkvökur hérna í Englanda. Það bara að koma í ljós að viðkomandi væri sannarlega dáin. Já, þetta tengdist oft hérna svartadauða. Það var fólk fór í svona djúp dá einhvers konar, þannig að það var ekki alveg alltaf vitað. Þetta svolítið svona eins og bíómyndin sko. Starfsmenn musterisins heyrðu þá lágt bank úr kistunni og skipaði frænkarstöðum og opna kistunni snarasta. Konan reyndist að lifandi. Þá yrði nú rættur og myndir heyra bank svona inn úr kistu. Myndir þú renninni bara inn í ofnin? Já, ég held ekki bara gert þá hlaupið út. Þetta alveg ekki ekki. Hérna frétt sem að næstuð í bara klassísk göta á sjókví, núna á Reyðarfirði. Já. Þetta bara svona. Já, þetta já. Hugsa ykkur munin á landeldi og sjóeldi, hvað þetta sko, landeldi svona stilli fyrir vera að framleiða matur við allra bestu aðstæður sko. Ég veit ekki, þetta einhverjum pollum. Nei. Þetta fiskar sem eru vanir að synda í straumi og svona. Þeir hafa ekki kynsniðin öðru. Þeir eru með seiði líka. Ég fekk nefnilega einhvern tímann að veiða þegar ég var lítil. Ég var svona minninga því að hafa farið í heimsókn okkur svona landeldi og ég fekk að veiða upp úr hérna. Ég veitti auðvitað bara fullt. Það var fyrir þetta svo skil. En þetta var alveg frábært. Ég veit ekki hvað, ég þarf eiginlega að spyrja pappa betur út í þetta, hvað ég hafa verið að gera. Önnur frétt sem bara endanust sama fréttin, 1000 barna á alræmdum biðlistum í brotnu kerfi. Þetta eru mæður sem komu í bítið og bylginu held ég. Já, en þetta áhugavert vegna þess að barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna, hún hefur lagt mikla áherslu á þetta að hérna, það séu til tölfræðilegar upplýsingar börn á biðlistum og það sé sko greinanlegar upplýsingar til þess að sé hægt að bregðast við og þarna hefur við margbrugðist og við hefum fengið átölur fyrir nákvæmlega þetta. En þetta er bara þessi klassíska saga, við erum að koma illa fram með börn og það er ekki í lagi. Önnur klassísk saga frá FF7 efnahagslega stöðnun í Þýskalandi. Já, það er bara þannig, það er stöðnuð þar. Að viðskiptaheimurinn hefur breyst. En er það ekki bara gott? Ég bara veit ekki. Ég held að það sé ekkert sérstaklega eftir svona verð. Ekki hjá þeim, eða svona efnaðarsamdráttur sko 3 ári í röð. Það er ekki gott. Breytið svolítið karakterinn í samfélaginu þegar dyr eru bara að lokast og enga dyr að opnast sko. Financial Times er með lýsa yfir það er þakkargjörðardagurinn framundan og mikil verslun. Það er minni verslun heldur en að verið í Bandaríkjunum sem að bendir til þess að sé efnahagsástandið að versna. En þarna er eiginlega frétt sem að mér svolítið tengjast þarna þegar Mamdani fór og heimsótti Trump í Hvíta húsið. Þá var eiginlega síðan finnst mér Trump hafa held ég 3 svar sem verið að tala affordability eða svona cost of living eins og heitir í Bretlandi en okkur vantar eiginlega svona lífskjara krísuna sem að hafa verið að grafa undan fólki eins og við höfum raunverulega stöðu þannig að til dæmis húsalega hækkar 10% á ári þegar verðbólgan er bara 4% og matur hækkar 7% þegar verðbólgan er bara 4%. Þannig að þeir sem hafa minnstum leikis eru alltaf að standa alltaf ver hérna og mér finnst svolítið svona áherslan í Bandaríkjunum verið að snúast á og það er líklega Mamdani sem eiginlega gefur þessu svona tón og ég held að sko næstu kosningar í Bandaríkjunum muni snúast það að gera samfélagi þannig að sé hægt að lifa þar fyrir venjulegt fólk og ég vona að íslensk pólitík fara að snúast þetta. Heimildin er með annað með íþróttafrétt, ég veit ekki hvað Nei, ekki kannski íþróttafrétt.
Hvað er þetta eiginlega? Þetta þeir bræður, Arnar og Bjarki Gunnarssoni, þeir voru slóðu svolítið sig og fóru að byggja hús og fleira og svo eins og margir aðri businessmenn á þeim tíma, þá mistuðu út úr handunum og sem sagt að þannig annað félag kennt við, eða þeir sem þeir eiga, eða hluti gjaldróta og þetta svona á að lýsa tíðarandanum fyrir nokkrum árum síðan þegar allir heldir eru orðnir ríkir. Ég tók frá RÚV frá því í gærkvöldi, mér finnst ég veit ekki hvað það ykkur finnst það, mér finnst RÚV búin að lengja aðeins fréttatímann sinn sem komið svolítið yfir okkar tíma, helvítin á þeim eins og settir. En mér finnst það svolítið eins og RÚV sé aðeins í meira stuði núna heldur en vanalega. Mér finnst þetta sniðu frétt, þeir fá bara fólk til að fara út í búð á Norðurlöndunum og kaupa sömu vöruna 5 sinnum og bera það sama við Ísland og kemur ljós að það bleiurnar og nautahakkið miklu dýrar á Íslandi heldur en mjólkina, því hún náttúrulega niðurgreidd, hún er ekki hæðst á Íslandi og mér finnst bara með það svona skemmtilega fréttir sem að tengja þess að ég var að segja áðan lífskjarakrísuna að með svona komum fréttir svona beint innan úr bara því sem að daglega lífi fólks en ég hef verið að hlusta á stöð 2 undanferðið sem er sín, mér finnst þeir ekki í stuði, mér finnst það að vera þunnir fréttatíma ég held að það sé svo litið þungt yfir starfsfólki þar, það er mikið óvissa framöndan virðist vera. Svo leggjar alltaf mikið upp úr því að kannski 2-3 eru á líka út í bæ í fréttunum. Já, það er að nota græjurnar, Sigurjón. Já, þetta er bara það er mikilvægt að segja einhverja fréttir sem skipta máli heldur en hvar fréttamaðurinn er staddur og þeir eru ofta fyrir sýningum og eitthvað svona. En svo er það kannski að úti við verstu aðstæðu til staðin fyrir að sitja bara inn í stúdíói Það er svona líf að vera út í bæinn, það er kannski 2-3 í fréttatímanum. Já, svolítið mikið. Hérna er kannski gleðifrétt, Patti Smith er að koma að halda tónleika bæði á Eldborg og Hofi á Akureyri. Það finnst mér reyndar mjög ánægilegt að hún skulle vera að halda, það verið haldið svona stórstjörnu tónleikar í Hofi á landsbyggðinni. Það eru stórstjörnur sem koma, þær eru allar gráarðar. Það er vegna þess að það á engin efni að fara á tónleika nema þegar börnum eru farin heiman og svona betur setta fólki sem á peninga. Þetta var einhver sem gerði úttekt á þessu hverjir var að koma hingað til Íslands og það er fyrst og fremst fyrir þá sem voru kannski vinsalið fyrir 50 árum. En Patti Smith er náttúrulega búin að vera vinsall alltaf tíman. Ég hef nú hleypt til öllum þessum tónleikum fram með mér. Ég er ekki alveg, kannski er ég ekki alveg orðið nógu gamall til þess að fara á þessa tónleika sem hafa verið. En ég var eiginlega til í að fara á tónleika með Patti Smith. Já, og hún er að fylgja eftir nýri bók. Þetta er svona, hvað ég var að segja, svona memoir. Það sem hún er svona líta yfir farin veg og tala mikið manninn sem að dó fyrir ekkert svo lengu og hérna æskuna sína. Hún er að fylgja þessu eftir. Og taka undir þar að People Got the Power, ég verði til það. El País, skrítið frétt frá El País. Það er sem sagt myndir að heilum. Og þeir koma í ljós að heilin verður fyrir bara miklu breytingum og þannig að svona æviskeiðin að þau bara heilin breytist. Það er ástæðan fyrir að þú breytist. Að við erum ég og Marja, við erum á fullorðinsárunum. En þú ert komin á fyrri hluta öldrunar. Já, hvað myndir þá heilunum mínum? Það er ég tók að því með dætti þú myndir spyrja, þannig næsta mynd. Þú ert þarna foröldrunin pluss 66 ára. Við erum ennþá 32, ég á ekki alveg komin hann í foröldrunina. En kannist við það að maður unglingaárin byrjaði þegar maður er 9 ára og síðan til 32 ára. Mér finnst það allt í hljómaður svo nútíminn er einhvern veginn. Mér finnst fólk verið svo unglingar langt fram eftir öllum aldri. Já, það er rétt. Ég var hættir að vera unglingur og ég fluttaði heima þegar ég var 15, en ég finnst 32 svolítið langt. 16 hér, en ég unglingsárin, já. En fullorðinsárin eru frá 32 til 66. Já. Og það er bara að sýna fram á þetta. En þú ert að sama stað ég, sko. Ég er ekki árið svo gamall. Nei, þetta verður það. Já, það er bara... Hann er það ríghalda í 32 pluss, sko. Þú ert eins og dóttir mín sem bara 9 ára 18 og þá voru að verða 19. Ég er meina þig. Ég er bara næstu 1,5 ára þannig að ég kemst það. Herðu, Washington Post er að stríða Trump. Hvað er hann hafi gert? Hann hefur sett svona utan á The Oval Office
skilti, eins og það væri sko mótel eða eitthvað. Já, þetta er rosalega ljótt. Þetta er líka svona eins og þetta sé bara prenta á blað. Já, akkur að merkja þetta. Það er eitthvað svona tíska hjá svona nýríku fólki sem að fer mikið á hótel og svona, að það breytir heimili sínu þannig að lítur út eins og hótel. Já. Og hann er náttúrulega alltaf einhverju gólfvöllum og eitthvað svona, vill hafa svona fínt. Þannig hann heldur að sé fínt að sko heimilið sem lítur út eins og hótel. Því meiri gilling, því betra. Herðu, við höfum valla geta haldið út í starfsemi út af flensu undanfarna. Já, Landspítalinn sendi frá sér skilaboð bara núna rétt áðan og bað fólk að halda sér heima ef að það hefur fundið fyrir einhverjum flensu, einkennum, beinverkjum, höfuðverk eða hita undanfarna 2 sólarhringa þar sem að það sé svo mikið álag á spítalunum og sjúklingar sem eru viðkvæmir fyrir sýkingum, þeir geta orðið mjög alvarlega veikir. Maður er ekki að leika sér að verða veikar en maður þarf að vera. Nei, og bara maður á líka bara virðingu fyrir fólkinu sem er með bælt og ónæmiskerfi inn á spítala. Já. Það er ágættur endir á þætti. Ekki góður endir á þætti. Ekki smita fólk á ofru. Það er mjög góður endir. Herðu, við endum fréttina svona, María og Sigurjón, kæra þakkir. Þakka Laufey fyrir að taka upp og senda út. Ég bendi ykkur á sem eru að horfa á okkur á Facebook og YouTube að þið þurfum að bíða og finna nýjan straum þar sem að rauðaborðið verður, en ef þú ert að horfa á í sjónvarpið og hlusta útvarpið þá tengar á að gera að rauðaborðið er í rétt handa við hornið. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.